Komin hingað í starfsstöðvar Samherja á Dalvík og það stendur mikið til. Hvað að gerast núna? Við ætlum að skrifa undir lóðasamning við Dalvíkurbæ, samning sem við erum búin að vinna lengi að og við munum jafnframt tilkynna það að við höfum ákveðið, þar að segja stjórn Samherja er ákveðið að byggja nýja fiskvinnslustöð á Dalvík. Og hvað þegar þú segir ný fiskvinnslustöð? Við sjáum hérna mynd fyrir aftan nýbygging Samherja á Dalvík. Hvað þýðir þetta? Já, þetta þýðir það að við ætlum að reisa hér niður á hafnarsvæðinu 7000 fermetra byggingu. Við erum búin að vera, getum sagt að 2015 þá byrjum við að teikna hér stækkun á þessu húsnæði 3500 fermetra og svona vorum að því frá mitt árið 2016 og þá ákveðum við að þetta er að skoða hér málin með þeim bæjarfulltrúum Dalvíkurbæjar þeirra framtíðar hugmyndur þetta svæði að þá töldum við æskilegra að við myndum flytja okkur hérna neðar á bryggjuna. Það myndi skapa þeim Dalvíkingum svigrúm til að tengja þetta svæði hér betur við miðbæinn og þá hugsanlega atvinnutengda ferðastarfsemi. Þannig að við snerum blaðinu við og ákvæmum að fara í að byggja nýtt hús og við munum tilkynna það að svo ákvörðun hefur verið tekin. Þannig að við erum að fara í gríðarlega mikla fjárfestingar hér í bæ. Ég finn það bara þegar ég labba hérna í húsi, fólk í hátíðarskapi, það kveikt á kertum, það komið blóm, allir segja bara til hamingju með daginn. Þetta stór dagur fyrir bæði ykkur og heimamenn. Það hlýtur eiginlega að vera. Já, við erum búin að velta þessu lengi fyrir okkur. Við erum búin að endurbæta þetta húsnæði, tæknivæðast betur og gera hluti sem gefa okkur meiri möguleika. Þannig við að sjálfsögðu þegar ákvörðin er tekin að þá er hún tekin og að þá er þeirra ákvörðin hátt létt. En þetta svona tengist nú margt saman sem kannski var ekki svona planað, svona hafa verið við plönum hér grill fyrir þó nokkur löngu síðan og þá tilkynnti ég að ég ætlaði að koma hér 12. maí og grilla honni starfsmenn og sem að ég sjálfsögðu hérna er þá að standa við núna. Enda í kokkagallanum, sko? Já, enda er ég í kokkagallanum og ég svona bara á eftir að fara að jakkafötin hérna eftir til að taka móti fólki. En við sem sagt ákvæðum það að ljúka þessu máli, þar að segja ákvörðunin tekin að við ætlum að byggja hérna nýtt hús og fjárfesting upp á, við áætlum að þetta sé fjárfesting upp á 3.500 milljónir. Það nú mikið, sjávarútvegur mikið til umræðu þessar mundir og þá sé ekki síst tengsl byggðastefnu og sjávarútvegsins. Samherja er að taka ákvörðun að ekki bara halda áfram einhverju starfsemi heldur að fara í nýbyggingum á Dalvík sem er tiltölulega lítið þorp út á landi. Hvers vegna? Já, okkur hefur alltaf liðið hérna ágætlega á Dalvík. Dalvík er ekki, eins og ég hef sagt, kannski besti staðurinn til að reka fiskvinnslu, hvað varðar fjarlægðir frá mörkum, fjarlægðir frá Keflavíkurflugvelli og svo framvegis. Aftur á móti hefur hér verið gott samfélag. Það hefur ríkt gott traust á milli Samherja og bæjarbúa hér á Dalvík og við höfum unnið saman undanfarin ár. Við höfum verið að vinna eins og síðasta ári vorum að vinna hérna tæplega 15.000 tonna fiski sem er sama magn og við erum að vinna inn á Akureyri. En það var ekki þannig eins og menn spáðu að þegar við keyptum útgerð fyrir Akureyringa að við myndum færa vinnsluna frá Dalvík til Akureyrar. Við erum að vinna algjörlega jafn mikið magn á báðum stöðum og þetta hefur gengið vel og verið bara ánægilegt fyrir bæði okkur og held ég bæjarfélagið. Þannig að þetta í þínum huga skiptir máli hvernig samfélagið og heimafólk hvernig samstarfið er? Já, sjálfsögðu skiptir það máli og við sjálfsögðu skiptir það máli og við höfum jafnframt talið það skyldu okkar að búa til verðmæti sem mest verðmæti úr þeim aflaheimildum sem við höfum aðgang að og þannig að vinnslustigi er mjög hátt og þannig að við erum að vinna líka þannig að það eru margar vinnustundir á bakvið hvert tonn sem er unnið hér. Erum við að tala um hátækni vinnslu? Við ættum að byggja hérna fullkomnustu fiskvinnslu í heimi
og við erum ekki innan vafa það, þetta eru stór orð, en við erum ekki nokkuð vafa að við munum gera það. Ég efast ekki, það getið sagt þér. Þið byggðu náttúrulega líka sko hjá Ú að það vakti mikla athygli að það var bara, þetta var ákveðið og árið seinna var bara mætt hús. Það sögðu allir basically að þetta var ekki hægt. Við ætlum ekki að vera svo snöggir hérna en það er alveg ljóst að fyrir framan okkur liggur mjög stórt verkefni. Sumar lausnir sem að við höldum að við munum nota eru kannski ekki til en það hefur verið eins og gegnum árin að sjávarútvegurinn unni mjög náið með íslenskum iðnaði. Ég er alveg viss það að í framtíðinni þá verði þetta hús sýningarhús fyrir íslenskan iðnað og íslenskur iðnaður muni þetta hafa þróað lausnir með okkur að það eru þá lausnir sem að þeir muni síðan fara með út í heim og selja. Nákvæmlega eins og þeir hafa gert í gegnum mörg ár. Ég held að það er eitt af því sem að íslenskur sjávarútvegur og við getum verið mjög stoltir af. Við höfum unnið mjög náið með íslenskum iðnaði og þróað margar lausnir sem síðan íslenskur iðnaður hefur verið að selja út í heim. Hugbúnaður lausnir og þarna ertu að tala marel, völku, þrírex, rafir, það er endalaust hægt að telja. Já, við erum ég hugsa að það séu svona 10-15 fyrirtæki sem við erum að þróa hluti með. Og séu við eru róbótalausnir, beinskurðarvélar, flugkunnavélar sem dæmi með Ólafsfirðingu. Nákvæmlega. Þannig þetta er gríðarlega fjölbreytt. Björgúlfur, annað mál. Já, þetta er svo að segja, þetta svona var ekki allt planað við Björgúlfur. Við erum búin að eignast nýjan Björgúlf. Við gengum frá því núna. Við höfum sagt að það var að vera að skrá skipið, við getum sagt bara í gær. Við erum búin að taka við skipinu í Tyrklandi og það var klárað núna og Dalvíkingar eru að hluta til út í Tyrklandi að taka á móti skipinu og það er að segja við erum búin að taka á móti skipinu og gera það klárt til heimsiglingar. Þannig að ég vona því að nýr Björgúlfur sigli hér inn í höfnina í byrjun júní. Þannig að þetta er þá þriðji Björgúlfur. Sá sem að bar þetta nafn síðast var 40 ára gamall en Björgúlfsnafni hefur verið notað hér á skip á Dalvík síðustu 60 ár. Þannig við erum að sjálfsögum mjög stoltir af því líka að á sama tíma sem við tökum ákvörðun byggingu á húsinu þá erum við líka að fara að taka við vorum að taka á móti nýju skipi. Það er allavega að sjá að þú ert feikilega glaður og ég var að fylgjast með ykkur hérna við undirbúningur og fundunum og þú varst að segja við þurfum að taka lagið Don't Stop Me Now. Hvers vegna? Það er sko, við verðum ekki, við erum stundum lengi að taka ákvörðun hjá Samherja, stundum fljótinn, stundum tekur þetta okkur tíma en þegar ákvörðun er tekin að þá er þetta eins og eitt lið, við förum öll í sömu átt og það er ekki sem stoppar okkur þá þegar við sem lið förum áfram og við munum klára þetta stóra verkefni sem við höfum ákveðið að fara í og okkur að sjálfsögðu hlakka til að takast á við það. Við höfum líka ákveðið það að selja aðrar eignir til að skulum segja fjármagna þetta verkefni að hluta til þannig að við erum múin að selja þessar eignir þannig að við erum með fjármagnina til þess. Hvaða eignir er? Já, við höfum í raun bæði selt hlutabréf í Ólís og við höfum selt eitt skip. Við höfum sjálfsögðu endurnýja skipið hlutlega en við höfum selt þessar eignir og hlutað til þess að geta farið í þessar framkvæmdir allar. Yndislegt, til hamingju með daginn. Takk. Ég finn það að þetta er stór dagur hérna á Dalvík. Geturðu lýst aðeins fyrir okkur hvað þýðingu þetta hefur fyrir þetta sveitafélag Dalvíkurbyggð? Já, svona yfirlýsing eins og frá Samherja þessa fjárfestingu hefur náttúrulega gríðarlega mikil góð áhrif á allt lífið í byggðarlaginu. Samherji er í dag máttarstólpi hérna í atvinnulífinu og við erum virkilega bara stolt af því að þetta fyrirtæki hefur ákveðið það að fjárfesta hér fyrir 3,5 milljarð. Getur aðeins, hvað með staðsetningan og nú rætti Þorsteinn aðeins það að hér væri rætt að kannski reyna að byggja upp hafnarsvæðið í ferðaþjónustu frekar og að koma Samherja í rauninni eitthvað annað. Þetta þarf smá samtal og samvinnu til þess að ná lendingu. Ertu kátur með niðurstöðuna? Já, ég er mjög kátur. Við fórum í deiliskipulagsvinnu hafnarsvæðisins hérna í upphafi kjörtímabils. Lukum því, svo að segja, síðastliðið haust og þannig að í rauninni höfum við svona verið að
höfum í að því að þetta væri lóð sem að væri laus, sem að við erum að fara að skrifa undir hérna á eftir samningum. Nú hefur þróunin í íslensku sjávarútvegi verið svolítið svipaður og kannski í samfélaginu öllu, þar að segja að starfsemi færist frá litlum þorpum og sveitarfélögum til stærri þéttbýliskjarna. Þetta er náttúrulega afdráttarlaus yfirlýsing að það er ekki að fara að gerast hér. Hver er svona þín sýn og skoðun á þessu öllu saman? Já, ég hef nú alltaf sagt það að Samherji hefur ekki alltaf notið sannmælis í orðræðinni en með þessu sem að þeir eru að lýsa yfir hér í dag eru þeir í rauninni að ítreka stuðning sinn við þetta byggðarlag. Þeir hafa í gegnum tíðina styrkt hér íþróttafélög og verið virkilega mikið þáttakandi í samfélaginu hjá okkur. Og þannig að í dag kemur þessi yfirlýsing, þetta er gleðidagur og ég held að allir íbúar í byggðarlaginu muni fagna þessum degi. Engir gallar? Ég sé í sjálfu sér enga gallanett í þessu, nei. Og við erum auðvitað mjög ánægð að nú er verið að fara að byggja hérna hátækni fiskvinnslu sem að verður eins og flottasta og besta. Ekkert eins og, maðurinn sagði bara flottasta. Þannig að við erum virkilega stolt af því að slík vinnsla skuli rísa hér í okkar litla byggðarlagi. Að lokum, ég frétta að þú og Þorsteinn Már Baldursson, forstjóri Samherja, ættu eitthvað sameiginlegt. Hvað er það? Já, það er rétt. Það er einn hlutur sem við eigum alveg örugglega sameiginlegan. Hann er sá að við urðum báðir Akureyrarmeistarar í svígi í 13 og 14 ára flokki.